Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise Him in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Sing it, someone. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. The praise is the water that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Halleluja, velkomin á samkomu, gaman að sjá ykkur á nýju ári. Guð dæmdi Kristinn, þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerir okkur réttlátt í Guðs augum. Þetta er svo gott. Guð dæmdi Kristinn, þekkti ekki synd, sekan í okkar stað. Við förum inn í nýtt ár með ný markmið. Við ætlum að gera betur í ár heldur en við gerðum á síðasta ári. Við ætlum að gefa honum dýrðina. Má ég heyra amen? Lofum Guð í dag, halleluja. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Takk Jesus, halleluja. Við lofum hann í öllum kringumstæðum, halleluja. Takk Jesus. Oh, 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 oh,
and glorious. We put our trust in your name, Jesus, able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah, hallelujah. Our God, He reigns. Hallelujah, hallelujah.
fyrir Drottinn Jesús, halleluja. Það sem hefur gert Drottinn Jesús, það sem ætlar að gera Drottinn Jesús. Þú lifir, halleluja. Þú lifir Drottinn Jesús. Takk Jesús. Helgist þitt nafn Drottinn Jesús. Við lofum þig. I love you, Lord. You have led me through the fire. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Jesus. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
þá erum við hér í dag. Halleluja. Drottinn drottna. Konungur konunga. Ein í myrkri við biðum, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú Guðson. Til að uppfylla þitt lögmál, mærin meðtók lífsins orð, sem frá dýrðarinnar hástól, lagður var í öta og stól. Lof sé Föður, Syninum, helgum Anda, þríeinum, Guði dýrðar hátignin, við eilíf hillu konungi. Ríki Guðs þú okkur sýndir, heiminn sætti Guð við sig. Alla sköpun endurleystir, fórst á krossinn fyrir mig. Alla þjáning þína barstu, því þú vissir tilganginn, og að frelsun okkar varstu, lífi fyrir dauða þinn. Endanlega velt var frá, lampið dauðan sigraði. Dánir risu dauða frá, tók þá andköf himinin, því að allir koma þá, endurfæðir Faðirinn. Og þá kirkja Krist var til, fyrir kraft og andans verk, sannleikanum gerir skil, alltaf sönn, alltaf sterk. Fyrir blóð og nafni hans, laus úr fjötrum nú ég flýg. Hann mér gefur sigurkrans, Jesús Kristur mitt líf. Gleðilegt ár. Og hér gott að vera. Heyrðu, kæru vinir, ég bara skrifa þetta niður svo ég tali ekki á lengi. Guð að aga mig og hann að kenna mér að virða tímamörk og annað, því að þeir sem að þekkja mig vita að ég get talað og talað og talað.
5 mínútur, fæ ég eyrun ykkar í 5 mínútur? Kæru vinir, hér stendur árið 2025 við dyrnar og bíður eftir að við opnum það með trú og gleði. Þegar við horfum fram á veginn skulum við minnast þessa þýðingamiklu meginreglu frá ritningunni að færa drottni fyrstu ávisti okkar. Eins og það stendur í Orðskjóðunum 3:9-10. Heiðra drottin með eigum þínum og með frumgróða allra afrakstra þinna. Þá verða hlöður þínar fullar af korni og vínker þín fljóta yfir. Það er svo mikilvægt að heyra hvað er verið að segja. Því að trú fjallar að bregðast við því sem þú heyrir. Þú heyrir fagnaðarerindi og þú bergst við því. Svo höldum við áfram. Hér kemur málið. Fest frá Orðskjóðunum. Treystu drottni af öllu hjarta, en reiddu þið ekki af eigið hyggjuvit. Þetta er ekki bara orðatiltæki fyrir eitthvað barmerki, þetta er lífstíl. Og þetta er klárlega gullkód sem við öll þurfum að fá í grúpptjatið með okkur sjálfum þegar við rökráðum hvort við eigum að nota peningana í frumgróða fyrir Guð eða bara taka okkur sjálfvillega 50% afslátt og kaupa nýjan iPhone. Og til þess að keyra þetta alveg heim, þá skulum við rifja upp eldgamla sögu af tveimur bræðrum sem sýna okkur svart á hvítu hvernig þetta gengur fyrir sig. Abel, hann er fyrirmynd frumgróða, hann var típan sem trúði því að Guð væri þess virði að fá það besta. Abel mætti með frumgróða sitt besta lamb, eitthvað sem jafnvel Gordon Ramsay myndi hrósa. Og hvað gerðist? Guð lítur á fórnina hans með velþóknun, eins og segir í 1. Mósebók 4:4. Þetta er efnislega það sem að Orðskviðni 3:9 segja. Tigna drottin með eigum þínum og með frumgróða allrar uppsprettu þinnar. Abel, hann fattaði þetta. Hann vissi að þegar þú gefur Guði það besta, þá kemur blessun tilbaka. Þetta er ekkert karma, þetta er himneskt viðskiptafélag þar sem Guð er alltaf skuldlaus. Kain, hann er svona fyrsta vælufórnarlambið á GoFundMe. Hann er þessi típa sem er svona, ég meina, ég skal henda ykkur í áttina í Guði og hann sjá að ég geri eitthvað. Er ekki annars nóg bara að mæta á samkomu? Kain, hann tekur eitthvað sem er afgangsgrænmeti eða klinkið í hanskahólfinu, kasta því á altarið og er svo hneykslaður þegar Guð svarar ekki með wow, takk fyrir frábæra gúrku. Það er eins og hann hafi ekki lesið restina af Orðskviðnu 3. Mundu til hans á öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stigu þína slétta. Kain var með rangt hugafar. Ég geri þetta af því að ég þarf, ekki af því að ég vill. Og hvað svo? Kain fær fýlukast ársins. Guð með alla sína þolinmæði bendur honum á að ef hann gerir rétt, þá verður honum líka tekið með velþóknun. Þetta lesum við í 1. Mósebók 4:67. En Kain, hann nennir ekki að hlusta. Hann er of upptekinn að kenna öðrum Guði, Abel, sjálfsagt veðrinu líka. Í stað þess að laga í sér lúserinn og endurnýja hugafarið, þá bregst hann við í blindri reiði. Guð var að reyna að kenna honum að treysta, að gefa sitt besta, en Kain, hann bara tók ekki hintið. Og hvernig tengist þetta allt Orðskviðnu 3? Orðskviðni segja okkur að þegar við treystum Guði og heiðrum hann með því besta sem við eigum, þá mun hann gera veg okkar slétta. Hann lofar líka að hlöður okkar verði nægtar fullar. Þetta þýðir það að við gefum af heilu hjarta, tíma, fjármuni, kærleika og allt kemur margfalt tilbaka. Það er ekki bara hvað græði ég, heldur hverju vil ég treysta og hvaða manneskja vill ég verða. Abel, hann skildi þetta. Hann gaf Guði sitt fyrsta og besta og treystandi því að Guð myndi sjá reist. En hvað með þig fyrir árið 2025? Ertu með Abel attitude eða ertu í Kain-kasti? Treystirðu drottni með hjartanu sem er tilbúið að heiðra hann eða ert þú að geyma afgangan og ætlast til að fá standandi lófaklapp?
Ef þú ert ekki viss, þá skaltu byrja að binda kærleika og trúfest háls þér og rita þau á spjald hjarta þíns. Orðskuðinni 3:3. Þetta ekki flókið. Guð kallar ekki á það besta okkar af því að hann þarf það, heldur af því að við þurfum að læra að treysta honum. Þannig að næst þegar þú fer með eitthvað til Guðs, hvort sem það tími, peningar eða trú, spurðu sjálfan þig, ég að gefa Abel gæði eða Kain afganga? Mundu, Guð blessar trúfesti, ekki tilgerð. Og eins og Abel sýndi, þá kemur alltaf hilli og fögur hyggindi, bæði í augum Guðs og manna, Orðskuðinni 3:4, svo gefðu, treystu og hætt að koma með gallaða gúrkur. Drottinn við bara, með þetta í hug okkar og hjarta, að þá byggjum við að eiga við hjarta okkar Drottinn og kenda okkur að opna þetta ár 2025 með það sem við erum heilluð á þér. Það sem við fáum að gefa okkar besta frammi fyrir þér. Drottinn, við þurfum svo að læra að treysta þér. Og þú ert svo góðu Guð. Drottinn, ég blessa einn og sérkvæmt sem heyrir þessi orð og ég byrðum að eiga við hjarta hvers og eins og þú blessir glafan gjafara. Í nafni Jesú, amen. Og på frammi, ég er bara að nota hann. Endilega rísum á fætur og lofum hann. Some generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, and all who will believe sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation
all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. All creation's cry, holy. All creation's cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing, holy, holy forever. Takk Jesus, halleluja, þú ert heilagur. Þú ert heilagur, þú ert heilagur, drottinn Jesus. Við lofum þitt nafn og við gefum þið dýrðin í dag því að þú ert drottinn Guð okkar, halleluja. Þú gerir veg okkar sléttur, halleluja. Halleluja, syngjum þetta lag saman. Kunnum þetta lag öll. Gefum Guð bara smá meiri tíma, halleluja. Ég lofa þig drottinn, ég þakka þig fyrir trúfestina. Ég þakka þig fyrir hver þú ert. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. You worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around.
darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Wow. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who Jesus. Oh, Jesus. You are. That is who you are, God. That is who you are. 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 Takk Jesús fyrir trúfastina Jesús. Halleluja, takk Jesús. Þvílíkur Guð sem við eigum. Og svo magnað sem kom í, þegar ég var að syngja þetta lag, það sem kom í huga mér þegar hann segir, ég er. Hver ertu drottinn? Þá segir hann, ég er. Og hvað þýðir það? Það þýðir að hann er allt sem við þurfum. Ég er faðir. Ég er vinur. Ég er huggari. Hann er. Ég er og hann er allt sem við þurfum. Þvílíkur Guð sem við eigum. Halleluja. Maður þarf eiginlega að passa sig, Jón er farin að predika hér í dag. Halleluja. Hann er nefnilega nákvæmlega það sem hann er. Hann er upphafið, hann er endurinn og hann er allt þar á milli. Er ekki yndislegt að vita til þess að hann er? Halleluja, hann er. Dýrsi þér Jesús, rísum að fætur. Halleluja. Mamma vissi það, þetta var ekki alveg að fara eins og hún vildi. Við ætlum að standa og biðja. Mér langar bara að lýsa því yfir að það er sigur hér í dag. Finnið þið sigurinn í andanum. Halleluja. Halleluja. Og við ætlum að fara nákvæmlega svona inn í árið. Við ætlum að vera sigurvegarar.
Út af því að Guð hefur sagt að við séum meira en sigurvegarar. Í honum allt megna ég fyrir hjálp hans sem við styrkan gerir. Það þýðir að það skiptir engu máli hvers konar kringumstæður mæta mér. Guð mun gefa mér allt sem þarf til að ná árangri í þeim kringumstæðum og ég á að geta farið yfir kringumstæðurnar. Það eiga ekki að knosa mig. Við eigum að vera sigurvegarar yfir kringumstæðunum og ég heyra amen. Halleluja. Og við ætlum að taka það inn í and okkar og við ætlum að gera þetta ár rosalega vel. Við ætlum að gera þetta vel, við ætlum að vanda okkur og við ætlum að fara frá sigri til sigurs. Frá dýrð til dýrðar. Halleluja. Þannig að árið alveg sama hvað mætir okkur, það verður ekkert nema blessun. Halleluja. Og ég ætla líka bara að segja áður en ég byrja á þennan Gunnar biður fyrir orðinu. Þá langar mér að segja að Guð er að setja niður ríki sitt með mjög afgerandi hætti á þessu ári. Það er bara það sem ég finn í anda mínum. Og ég trúi því að hann mun setja kirkju sína alveg á hvolf með því leyti að það muni allir fara að taka þátt. Við munum öll upplifa það að við erum lærisveinar. Við erum að fara út og gera aðra þjóðir að lærisveinum. Við erum að gera allt fólk að lærisveinum. Og það er það sem við ætlum að gera. Má ég heyra amen. Halleluja. Gunnar minn, í krafti heila sanda kemur hann hérna og ætlar að biðja fyrir orðinu og hann er með reikningastaðal í pottið. Já, fyrir mig tvo. Já, fyrir mig tvo. Amen. Sko, það hefur vantað kannski smá, ég var að segja skilning. Af því að sumir kristnir eru svolítið þröngsýnir innan gæslappa. Þetta er svona, já, Jesú kemur til himna og það er eina sem hann gaf mér. Nei. Það er ekki þannig. Lesum hérna smá sem hann gaf okkur fyrir náð sína. Já, þetta er Páll sem er að tala til Efesus 1:3. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist sem hefur blessað okkur með allri andlegri blessun himins. Hann svarar alltaf spurningunni hvaða blessun þetta er. Ja, þetta er meira en það. Förum í vers 19. Og hver kröftilega hann verkar í okkur sem trúum, en þetta er sami áhrifamikli kröfti máttur sem hann lét koma fram í Kristi, hann vakti hann frá dauðum og lét hann setjast til hægri handara á himnum. Og var hverju tignum af valdi og mætti og var öllum herradómi og sérhver nafn sem nefndi ekki aðeins í þessari veröld heldur í hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir hann og lagt fætur honum og gefið hann kirkjunni sem höfuð yfir öllu. En kirkjan er líka með hans og fyllist af honum sem fyllir sjálfur allt í öllu. Amen. Takk Jesús að öll fylling Guðdómsins býr í þér, drottinn minn. Takk að Jesús að þú ert alfa og omega, þú ert upphafður og endurinn. Þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það kemst enginn til föðurins nema fyrir þig. Allir sem játa þig fá gefa rétt á því að vera Guðs börn, drottinn minn. Þú ert Takk fyrir frelsunin á krossinum á Golgata. Þú leystir okkur frá undan lögmálinu. Rómarbréf 10:5. Jesú Kristur er endalok lögmálsins. Þú keyptir okkur undan lögmálinu. Þar af leiðandi erum við undir náð, aldrei undir neinu lögmáli. Það er engin fyrirdæming í Kristi. Við lifum hvern dag, sigur til sigurs, dýrða til meiri dýrða fyrir þig, drottinn minn. Ég bið fyrir því, Jesús, að kirkjan muni bara að dýrð þín, drottinn minn, fá að skína í gegn Jesús. Ef að dýrð þín fá ekki að skína í kirkjun, þá er engin tilgangur að vera með ykkur að kirkju ef að þú fáir ekki dýrðina, drottinn minn. Þannig ég bið Jesús að þú fáir alla dýrðina í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Halleluja. Þið tilbúin í þetta? Alveg möguleika að fá kannski aðeins meira ljós. Lítið ljós. Ljós yfir mér. Já, ok. Það aðalmálið. Nei, tjók. En mér langar til þess að, já, við ætlum að benda ykkur á þetta hér. Það sem við ætlum að gera á þessu ári, og það er gríðarlega mikilvægt og ég vil að allir taki þátt. Þið getið einfallega tekið mynd af þessu hér. Og þá komist inn í appið okkar. Við erum að lesa Nýja testamentu og við ætlum að gera það á einu ári. Ég hvet ykkur til þess að vera með og það er spjallhópur líka. Þannig að við lesum einn kafla í einu og svo spjöllum við það út að það er svo mismunandi hvað fólk er að fá úr köflunum. Og þetta er algjörlega magnað. Við fjölskyldan erum reyndar að lesa saman alla biblíuna og svo bætist þetta ofan á og þetta er svo magnað. Og maður finnur hvað Guð er að gera mikið fyrir þann kraft sem að felst í orði Guðs. Það eru fleiri að lesa
og maður finnur það, fólk að styrkjast í trúni. Það bara gerist náttúrulega þegar þú hlustar eða lest á orð Drottins. Þannig að það sem við ætlum að gera á þessu ári, og kannski fer betur í það á eftir, við ætlum að vera rosalega dugleg að lesa orð Drottins. Á nýju ári, þá mjög mikilvægt að horfa tilbaka og skoða það sem er vel gert. Og við ætlum að gera enn betur það sem vel gert, en það líka svo mikilvægt að horfa fram á við. Og ég hef sagt það út af því að þið vitið það, ég var deildastur í banka, ég svolítið mikið svona peningamanneskja, fólk sem að skrifa niður markmið sín nær þeim. Það miklu meiri líkur þegar þú skrifar niður markmiðin þín að þú náir þeim. Þau þurfa að vera mælanleg, þau þurfa að vera góð. Og mér langar bara að segja ykkur hér, varðandi fjármál, þá ganga fjármál kirkjunar afskaplega vel. Guð að blessa og Guð að blessa kirkjuna til þess að geta verið blessun. Halleluja, má ég heyra amen. Þannig að það sem við ætlum að gera á þessu ári fyrir okkur persónulega, ég vil nefnilega þessi kirkja, hún nái árangri andlega, hún nái árangri fjárhagslega, ég vil hún nái árangri í öllu því sem hún tekur sér fyrir hendur. Halleluja. Og við ætlum að rísa upp og vera allt það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að vera. Við ætlum að rísa upp út af því að Guð hann hefur sagt við okkur að við eigum að lifa og yfirblífa. Það þýðir að sigra, að gera meira. Halleluja. Að fljúga upp á vængjum sem ernir. Og ég ætla bara að minna ykkur á, örnin lítur á óveður, brjálaveður sem áskorun til þess að fljúga hærra. Það það sem við ætlum að gera á þessu ári. Við ætlum að fljúga hærra. Og ég til í þetta. Og hérna kemur tilgangur Smára kirkju, bara þannig að við sögum með það alveg á hreinu. Ég ætla samt að halda áfram, Alli. Ég ætla að halda áfram. Halleluja. Þannig að það sem við ætlum að gera á þessum tíma, við ætlum að skerpa fókusinn og við ætlum að setja okkur markmið. Við viljum gera betur á þessu ári og hver sýnin okkar? Og mér finnst mjög mikilvægt út að ég hef alltaf gert þetta fyrir okkur sjálf, mig og alla og fjölskyldun og og við höfum innrætt þetta með börnunum okkar, við setjum okkur alltaf markmið. Hugsiði ár fram í tíman, hvar viltu vera eftir ár, hvar viltu vera eftir 5 ár. Og ég bara lofa ykkur því út að við höfum alltaf gert þetta, ég og Alli, bara ég ætla að tala svona praktískt, við höfum alltaf greitt inn á höfuðstóla lánum, við höfum alltaf sett til hlíðar, alltaf þegar við höfum skrifað það niður, það sem við höfum alltaf að gera, höfum við náð markinu. Þannig ég hvet ykkur til þess að gera þetta og ég hvet ykkur líka til þess að gera þetta í Guði. Hvar vil ég vera eftir ár í Guði? Það skiptir mestu máli. Og við ætlum ekki að vera bara, þið vitið, í ykkur sorry, afsökun, bara, aumingja nei. Við ætlum að líta allar kringumstæður sem ástæðu til þess að rísa hærra. Og þegar Guð tekur gegnum erfiða reynslu, að þá ætlum við að segja Drottinn, þakka þér fyrir það. Því að það gerir það verkum að þú lækkar rostan í mér. Minna mér meira af þér. Halleluja. Þannig ætlum við að fara í gegnum alla kringumstæður lífsins. Þannig að þetta allt blessun. Þetta allt blessun. Mér langar til þess að ræða við ykkur í dag. Hvað það sem að skilur varanlega arfleið? Við sem kirkja, við sem einstaklingar út af kirkjan eru bara hópur fólk sem að mætir saman. Við þurfum að læra að leiða. Við höfum of lengi verið leitt af sérhverjum, þið vitið, það sem að kemur fram í fjölmiðlum eða það sem að ríkisstjórnin segir hverju sinni, við þurfum að læra að vera leiðtogar. Og þú hugsar kannski, Sibba, ég bara ekki leiðtogi. Jú, þú ert það víst. Þú ert leiðtogi til dæmis yfir þínu lífi. Þú hefur áhrif á bæði nær umhverfið þitt, þú hefur áhrif á vinnustæðin, þú hefur áhrif á fólk sem að þú kemur í návist við, þannig að þú hefur áhrif á svæði. Og við þurfum að vita það að við erum höfuð en ekki hali. Og þegar við göngum inn í kringumstæðnar, þá verðum við að muna það að Guð hefur gefið okkur vald yfir sérhverjum kringumstæðum. Halleluja! Og vitið það, þetta vald var dýru verði keypt á krossunum. Og ég ætla að nýta það vald sem að Guð gefi mér svo sannarlega til góðs. Til þess að byggja upp Guðs ríkið. Þannig að það verði eins og það á að vera. Sterkt og öflugt. Því að hlíðar heljar
verða kirkjun ekki yfirsterkari. Kirkjan þarf öflugt fólk sem að þorir að leiða eftir ómenguðu orði Guðs. Og ég vil segja það aftur, eftir ómenguðu orði Guðs. Einkunnur á kirkjunar við erum besta útgáfan á okkur sjálfum í Guði. Við ætlum að vera besta útgáfan á okkur í drottni Jesú Kristi. Við ætlum að elska alla, við ætlum að þjóna öllum, við ætlum að lyfta fólki upp og við ætlum að blessa það. Við ætlum að sjá fólk ná árangri á þessu ári. Halleluja. Og við ætlum að sjá fólk vaksa upp í Guði. Halleluja. Takk Jesús. Og mér langar til að benda á nokkur atriði sem að Páll talar við Tímóteus. Og það eru 3 atriði sem ég vil fara í hér í dag sem að geta gert það verkum að það sem að við gerum mun blessast. Það sem að við gerum verður í vilja Guðs. Það sem að við gerum verður arfleið til framtíðar. Og mér langar til þess að við skoðum þessi vers og við höfum augun opin og eyrun. Þannig að við heyrum það sem að andinn að segja söfnuðinum. Og andinn að tala við okkur. Andinn búinn að vera að hrista kirkjuna. Og nú þarf kirkjan að vakna upp og taka stöðu sína sem aldrei fyrr. Því að við ætlum að fara að sigra þetta land. Og ég fer betur út í það á eftir hvernig við sigrum landið. En þetta vers og þessir kaplar sem mig langar að fara í Páll að tala við Tímóteus. Páll átti 2 andlega syni. Það voru þeir Tímóteus og það var Títus. Hann elskaði þá eins og börnin sín. Þarna var Páll að skrifa frá Róm. Það var búið að taka hann fastan, hann var í dýflissu, hann var í fangelsi, hann var í vondum málum, en þú sást ekki á honum, þú heyrðir ekki á honum að hann var í vondum málum því hann gaf Guði þakkir og lofgjörð í öllum kringumstæðum. Halleluja. Þetta síðasta bréf Páls sem hann skrifar í sínu lífi. Það að leiðandi það sem að Páll að segja í þessum brefum og sérstaklega í seinna Tímóteusarbrefi, þetta síðasta bréf Páls sem hann skrifar. Hann veit hann að fara að deyja. Hann vil koma kyndlinum áfram til þeirra sem að fara að taka við. Þannig að orð Páls í þessu brefi hafa mikla vigt. Og þau hafa mikla vigt fyrir mig og þig í dag. Við getum lært af þeim svo sannarlega. Og við ætlum að lesa hérna nokkur vers. Við byrjum í 2. Tímóteusarbrefi í 1. kafla í 13. versi. Farðu eftir heilnæmu orðunum sem þú heyrðir mig flytja. Og tileinka þér þá trú og þann kærleika sem Jesús Kristur veitir. Og vinir, ef við gerum einhvað og okkur skorti kærleika, þá betra fyrir okkur að gera ekki neitt, því að kærleikurinn allt. Hann skiptir öllu. Kærleikurinn dó fyrir okkur. Og því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn enginn. Það var í gegnum kærleika til Guðs sem hann gerði allt þetta fyrir okkur sem hann gerði, fór upp á krossin og dó fyrir okkur og reis upp á 3. degi. Höldum áfram. Tileinka þér þá trú og þann kærleika sem Kristur Jesús veitir. Númer 14. Varðveittu hið góða sem þér trúa fyrir, með hjálp heilags anda sem í okkur býr. Og hann í raun að segja, sonur, ég elska þig, en mundu það sem ég að segja við þig, varðveittu það orð sem ég að segja. Ekki bara hlusta á það, heldur taktu það inn í þig og leyfðu því að vera hluti af lífið þínu. Leyfðu orðinu að vera hluti af þér. Vertu í orðinu og varðveittu það og farðu vel með það sem ég hef gefið þér. Því að það allt þér fólkið í Kristi Jesú. Og vinni, það sem að Páll að segja, það svo mikilvægt að þekkja heilnæma kenningu. Það svo mikilvægt fyrir Kristi fólk að vita hvað Biblían segir. Og það eru ismar og alls konar hérna úti sem að reyna að rugla okkur. En við sem Kristi fólk, við erum rótföst í sannleikunum. Og við förum ekki eins og villur ráfandi sauðir fram og tilbaka.
Við erum staðföst í Kristi. Halleluja. Og hann leggur áherslu á það við Tímóteus. Vertu í Drottni. Varðveittu heilnæmi orðin. Passaðu upp á kenninguna. Hún er mikilvæg. Varðveittu hið góða. Og hann er raun að segja við hann, Tímóteus, þú getur þetta ekki eigin mætti. Þess vegna er Guð búin að gefa þér heilagan anda, hann mun styrkja þig. Og mér langar að segja við ykkur í dag, þú er kannski að byrja á göngunum með Guði, hafðu ekki áhyggjur því að Guð mun styrkja þig. Guð mun blessa þig. Hleyft honum bara inn og leyfð honum að tala til þín, hann mun styrkja þig á göngunum með sér. Og það sem að Páll er að segja, hann er að ítreka fyrir honum ekki einu sinni heldur tvisvar. Hann gerir það aftur. Og við ætlum að fara í þau vers, í vers númer 15. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Og mér langar að leggja aftur áherslu á það, fer rétt með orð sannleikans. Út af því að í dag þá er rosalega mikið af villukenningu. Þetta snýst Jesú. Þetta snýst Jesú. Og látum ekki fólk afvega leið okkur með hverskins hégómlegum orðum. Fylgjum ritningunni. Halleluja, má ég heyra amen. Halleluja, þetta er gott. Ef þið viti ekki að því þá er þetta gott. Takk Jesús, halleluja. Sem fer rétt með orð sannleikans. Svo númer 16 og þá kemur þetta fram, forðast þú vanheilagt hégómatal sem leiðir aðeins þá sem stunda það til aukins guðleysis. Með öðrum orðum, gerðu hlutina rétt. Vandaðu þig. Passaðu þig. Vertu kappsamur eftir sannleikunum. Vertu eins og hnefaleikamaður sem engin vindhögg slær. Ekki bara gera eitt í dag og segja eitthvað allt annað á morgun. Vertu samkvæmur sjálfu þér alltaf. Þannig að fyrsta sem ég vil benda ykkur á, sem að Páll er að kenna okkur, er hæfni. Og hvernig verðum við meira hæf á göngunum með Guði með því að vera í orðinu? Þess vegna vil ég biðja ykkur, verðið hluta samfélaginu og lesið orðið. Ég skal alveg segja ykkur það að þeim vondu tímum sem að einhver tíma muni herja á okkur, þá mun skipta gríðarlega miklu máli að þú setur rót fastur í sannleika Guðs. Ef þú ert það ekki, þá bið ég fyrir þér. Því að það er miklu erfiðar að ganga þessa göngu með Guði ef þú ert ekki rótfastur í sannleikanum. Og ég er ekki að tala um það að þú eyðir 5 klukkutíman á dag að biðja eða lesa. Þú getur tekið stutta bæn. Bæn réttláts manns. Hún megnar mikið. Það er það sem hún gerir. Og vinir, þegar við erum í orðinu að þá er ekki hægt að rugla í okkur. Við rötum beinar brautir. Og vinir, kirkjan þarf að rata beinar brautir. Hæfni. Hvernig verð ég meira hæf? Með því að biðja, með því að lesa, með því að leyfa Guði að eiga við karakterinn okkar. Erfitt orð, en karakterinn okkar þarf að breytast. Karakterinn minn þarf að breytast og hefur heldur betur, Drottinn hefur breytt mér með því að setja mig í alls konar kringumstæður. Það sem ég hef þurft að játa mig sigraðan. Hann hefur lækkað í mér rostan og hann þurft að gera það. Jóhanna var bara, já, systir, það þurfti að lækka í henni rostan. Ég segi bara, Jóhanna, hugsaðu um þig sjálfa. Nei, djók. Dísi Guði, halleluja. Þannig hæfni. Förum við rétt með orð Guðs. Förum við rétt með sannleikan. Þekkjur orðið. Og það sem að mér hefur fundist ábútt og vant, ef ég lít svona heilt yfir, hvað eru margir sem þekkja ekki orð Guðs. Og það er sorglegt. Ég verð að segja það. Út af því að því meira sem ég er í orðinu, því meira er ég sólgin í það. Og ég tók örugglega 2,5 tíma í morgun þar sem ég var bara gegn sósa í orðið Guðs. Enda kom ég fljúandi hérna á samkomunni. Ég kom ekki á bíl, ég kom fljúandi. Þetta var magnað. Ég var bara í 3. himni og ég var bara, það var bara allt að gerast.
Þannig ég hvet ykkur til að taka þátt í því og vera hæf. Eins og hann bendir Tímóteusi á, verum hæf. Og hvernig gerum við það? Með því að leyfa Guði að vinna, með því að vera í daglegum samskipti við hann. Og nota bene, þetta er ekki eitthvað sem við eigum að setja á sjálf okkur sem einhver þungar byrðar. Þetta er yndislegt. Það er ekkert betra. Við vorum að tala um það, ég og Hafrún. Hún var að segja mig frá því. Áður hún fer inn í daginn sinn, fyrir ekki, ég verð bara að segja frá, mestu svo blessað. Að þá les hún tekur upp síman, hún er að fylgjast með, hún er að hlusta orð Guðs. Það er besta leiðin til að byrja daginn. Þannig að mér langar til að hvetja ykkur til að taka þátt og lesa orð Guðs. Við byrjum daginn rétt. Og vinir, við ætlum að vera meira hæf á þessu ári. Og það sem ég tek líka eftir í Guðsríkinu, það er svo margir að tala. Það er svo margir að tala og það er margir að tala alls konar. En á ávöxtunum þekkist tréð. Ég er hætt að horfa á hvað fólk segir og ég er farin að horfa á hvað fólk gerir. Ég horfi ekki bara á orð viðkomandi, ég hlusti ekki bara á orð viðkomandi, ég segi, býtu, hvernig er fjölskyldulífi hjá þessum? Hvernig er þetta hjá þessum? Á hann vini sem að varir? Eru eðlilegir ávextir í lífans? Og ég bið ykkur, farðu að horfa á líf fólks. Ávextirnir, þú lýgur ekki, þú getur ekki rifist við ávexti. Ávextir, af ávextunum þekkist tréð. Þannig að látum ykkur svona fagur gala, spyrjum ávexti. Eru ávextir í lífi viðkomandi. Halleluja. Þannig að við þurfum að ná árangri og það er það sem að Páll er að tala um við Tímóteus. Það er ástæða fyrir því að læknir til dæmis þarf að vinna undir lækni. Það er ástæða fyrir því að rafvirki þarf að vinna undir öðrum rafvirkja. Pípari þarf að vinna undir öðrum pípara. Af hverju? Því að þú lærir best á reynslunni og það sem er svo gott við reynsluna er að þú getur fengið upplýsingar frá þeim sem eru jafnvel búin að ganga lengur með Guði. Það sem að þessi kirkja þarf líka að standa sig rosalega vel í er að byggja upp lærisveina. Og lærisveinar, eins og við sjáum bara í lífi Jesú, að þá fengur að ganga með Jesú. Við búum í samfélagi þar sem að fólk er að tala saman á Facebook og svo lesu ekkert athvert við það. Við þurfum að leyfa fólki að ganga með okkur lífsgönguna. Við þurfum að rétta við þá sem eiga erfitt með að ganga gönguna og við þurfum að blessa þá sem eru komnin styttra. Má ég heyra amen? Það er það sem við erum kallið til að gera. Alveg eins og Páll gerði við Tímóteus. Og hérna kemur í öðru Tímóteusi, 3. kafla í 10. versi. En þú hefur fylgt mér í kenningu, í hegðun, í ásetningi, trú, langlindi, kærleika og þolgæði. Og Páll er í rauninni að segja, þú hefur hort á allt líf mitt, þú hefur hort á karakter minn, þú hefur hort á breytni mína alla í Guðsríkinu. Nú er ég að fara og ég vil færa þér kyndilinn. Og hann fer líka yfir hvernig hann skal lifa bara praktískt. Og hérna í öðru Tímóteusi, öðrum kafla í 16. versi þá stendur, forðast þú vanheilagt hégómatal sem leiðir aðeins þá sem stunda það til aukins guðleysis. Og vinir í dag að þá þurfum að varðveita varir okkar. Við eigum ekki að vera í kringum fólk sem hefur Guð að háði. Ég hef engan húmor fyrir því fólk sem vil gera lítið úr Guði. Ég stígi burt frá slíkum félagskap. Við þurfum líka að stíga burt frá félagskap þegar fólk er að tala illum aðra, komdu ekki nálagt viðkomandi. Ef að fólk er að tala illum fólk, þá talar það líka illum þig þegar þú ferð. Verum ekki í kringum fólk sem er að baktala. Það er engin blessun í því. Og það er það sem að Páll er að leggja áherslu á við Tímóteus. Þannig hann er að leggja áherslu á hæfni og hann er líka að leggja áherslu númer 2, framkoma. Þetta er gott. Aftur, það sem að Páll segir, þetta er svo ofboðslega blessað. Þú þarft að horfa á líf mitt og karakter. En þú hefur fylgt mér í kenningu, í hegðun,
í ásetningi, í trú, í kærleika, í þolgæði. Vinir, hvernig við komum fram skiptir máli. Og þessi kirkja kölluð til þess að koma vel fram við fólk. Við blessum fólk. Við uppörfum fólk. Það á að líða betur þegar það hefur verið í návist okkar heldur en þegar það ekki í návist okkar. Vinir, kirkjan kölluð til þess að gera þetta. Þannig að fólk talar já, við erum frelsuð fyrir náð, það engin verk. Verkin fylgja. Trúin dauð án verka. Og vinir, þegar við erum búin að taka við konunga inn í okkar hjarta og hann búin að fyrirgefa okkur syndirnar. Hann búin að setja fætur okkar á klettin. Þá eigum við hamingju og tilgang sem ekki eins og neitt annað í þessum heimi. Og það sem við eigum að gera, við eigum að blessa fólk með kærleika, við eigum að uppörfa fólk, við eigum að hvetja fólk áfram. Við eigum að vera snillingar í hvatningu. Af hverju? Því að hann hefur hvatt okkur. Þá ég ekki að meina hvatt okkur, hann hefur verið að hvetja okkur. Best að hafa það alveg á hreinu. Hann ekki búin að hveðja okkur. Við erum bara rétt að byrja. Má ég heyra með hann? Þannig að framkoma skiptir máli. Þetta síðasta bréf Páls áður en hann fer og hann að leggja áherslu við Tímóteus og Títus á framkomu. Og við gleymum stundum þessu praktísku atriðum. Við eigum að elska alla. Og vinni, kirkjan þarf að vera alveg einstök í að hjálpa þeim einmitt sem síst eiga það. Sem að gangi í gegnum einhverja hörmungar. Þeir sem að jafnvel búa á götunni. Við eigum að vera framúrskarandi. Við eigum ekki að gera okkur mannamun. Það eru allir jafn háir og jafn mikilvægir í augum Drottins. Við elskum fólk alveg sama hvað. Og það sem ég gerði, og mér langaði, ég ætla ekki að auglýsa þetta eitthvað sérstaklega, ég ætla samt að gera það hér. Guð lagði á hjarta mitt og ég ætla bara að nefna eitt dæmi svo þið getur líka fengið hugmyndum hvernig þú getur blessað út frá þér. Það kona í ræktinu okkar, Jóhannu, sem alltaf rosalega duglega að þrífa. Hún á Ellendu bergi brotin. Hún misti manninn sinna á árinu. Og Guð lagði það svo sterkt á hjarta mitt að ég ætti að blessa hana fyrir síðustu jól. Þannig að ég kom í ræktina 23. desember. Og ég gaf henni inneign svona bankakort. Og mér fannst, vitið það, og ástæðan fyrir því að ég að segja þetta út af því ég vil hvetja ykkur til þess að hugsa með svipum hætti. Hvernig getum við blessa náungan okkar? Hún stóð þarna í ræktinni og hún átti bara hreinlega ekki til orð. Hún fór bara að gráta fyrir frammi og faðmaði mig, þétt og innilega. Vitið það, þetta var ekkert fyrir mig, en þetta var risastórt fyrir hana. Og við þurfum að vera óbúslega meðvituð það þegar við göngum inn í nýtt ár. Hvernig getum við verið blessun fyrir náunga okkar? Og við getum tala blessun, við þurfum að vera blessun. Það munur þar á. Þannig að framkoma, vinir. Páll að leggja áherslu á hæfni, hann að leggja áherslu á framkomu. Já, þetta nefnilega mjög gott. Ertu kærleiksríkur? Erum við langlynd? Erum við alltaf að skamma fólk? Jóhann alltaf að skamma mig. Það sem ég tók eftir þegar ég var búin að lesa þessi nokkuð vers, það sem að Páll að leggja áherslu á, tilfinningagreind. Og ég ætla að segja þetta aftur, það sem að Páll að leggja áherslu á, tilfinningagreind. Við sem kristi fólk, við eigum að vera sérfræðingar í tilfinningagreind. Við eigum að vaksa í tilfinningagreind. Við eigum að passa upp á framkomu okkar, við eigum að horfa fólk með öðrum augum heldur en, já, allavega ekki með okkar náttúrulega augum, heldur okkar andlegu augum. Við eigum að hlusta. Og þegar við erum í Guði, með því að vera í orði hans, með því að hugleiða orðið, að þá ætlum við að taka því vel sem að Drottinn bendir okkur á.
Og það sem að ég vil vera á þessu ári, ég vil vera móttækileg fyrir kritík frá Drottni. Jóhanna var bara, tók upp blað og frá Drottni Jóhanna. Og ég vil, og ég reyndar að grínast með það, Jóhanna má segja alveg inn í líf mitt eins og hún vill, út af því að hún gerir það með kærleika. Það sem við þurfum að gera líka, við erum opin fyrir því þegar Guð að benda okkur á eitthvað. Út af það gerur okkur hæfari. Ég var að tala það við dóttur mínu daginn. Mér finnst hún hafa vaxið svo rosalega síðustu svona 2 árin. Búin að vaxa eins og rababari. Hún svo ábyrg og svo leys. Það svo gaman þegar maður sér þegar Guð hefur áhrif á líf fólks og það fyrir að vaxa eins og rababarar. Amen. Ég veit ekki á hverju ég nota þetta rababara dæmi. Ég hef alltaf gert það. En þegar Biblían leiðréttir okkur, tökum því vel. Tökum leiðréttingu vel. Í 2. Tímóteusarbréfi í 4. kafla í versi númer 2 predikaðu orðið. Gef þig að því í tíma og ótíma, aftur Páll að tala við Tímóteus. Vandaðu ávittu, uppörfa, stöður í þolum og fræðslu. Því að þann tíma mun bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu. Heldur hópa sér kennurum eftir eigin fýsnum til þess að heyra það sem kitlar eyrun. Og vinir, ég vil að við séum kirkja sem erum ekki bara með boðskap sem kitlar eyrun, heldur við fyrum heim þegar við bendur okkur á okkur og við iðrumst og við rísum upp og við verðum betri. Má ég heyra með? Halleluja. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikunum og hverfa af kynjasögum. Og svo segir hann, vera algáður í öllu. Þól illt ger verk fagnaðarboða fullna þjónustu þína. Þannig að númer 3 sem að Páll að benda Tímóteusi á karakter. Hvaða karakter hefur þú að geyma? Og vinir, karakterin kemur fram þegar það ekki allt í blóma í þínu lífi. Þá kemur valið fljótlega í ljós hvað þú velur. Þegar hitinn kemur á, þegar erfiðleika banka dyrum, þá spurning, sendum við Jesú til dyra eða kemur eitthvað upp í okkur sem andstætt vilja Guðs? Ef það eitthvað sem kemur upp í líf okkar sem andstætt vilja Guðs, hafðu ekki áhyggjur, hann trúr og réttlátur og hann fyrirgefur okkur syndurnar. Hann nefnilega frábær. En það sem hann svo frábær líki í að benda okkur á hluti sem við þurfum að gera betur. Og þetta ár ár karakters. Þetta árið þar sem við ætlum ekki bara að heyra eitthvað, við ætlum að gera eitthvað. Við ætlum að vera með jafnvægi í okkar lífum og við ætlum að vera með blessun í öllu því sem við gerum. Út af því hann í stafni. Og vinni, ég vil ekki lifa þessu lífi nema hann í stafni. Og fjármálin, þótt ég tala fjármál og allt svoleiðis, þau eru góð. Þetta snýst Jesú. Ég get alveg sagt ykkur það ekkert sem að kemst í, ekki einu sinni með tærnar þar sem hann hefur hælana. Þannig að leitum eftir vilja hans á þessu ári. Gerum það og gerum það vel. Og Páll að tala karakter. Vinir, kirkjan þarf fólk með karakter. Þegar enginn sér, gerur það sem rétt Þegar enginn heyrir, talar út lofsöngva til Guðstíns. Þegar enginn sér, hvernig kemur fram við náungan? Hvernig ertu heima hjá þér? Alli, hvernig ertu heima hjá þér? Hann reyndar yndislörn, Alli. En hvernig erum við heima hjá okkur? Erum við erfið? Ég var bara lengi vel alveg hrikalega erfið í sambúð. Ég bara ger mig grein fyrir því núna. Ég hugsa bara, þetta bara kraftaverk hann að við lifa þetta af, hann alveg. En það sem svo briljant við Drottinn að hann elskar okkur. Og hann gefur okkur tækifæri aftur og aftur og það gæska Guðs sem leiðir okkur til iðrunar. Það ekki hefnd Guðs, það gæska Guðs sem leiðir til iðrunar. Og vinir, þegar gæska Guðs
bankar á hjart okkar, hleypum honum inn. Ef að Guð í dag er eitthvað að pikka á hjarta, þetta varðandi einhverja hluti, er varða það sem að ég er búin að vera að kenna hér í dag, lefðu Guð að eiga við það. Við skulum ekki vera eins og fólk sem að bara heyrir og fer burt og gleymir vegna áhyggju þessa lífs. Við ætlum ekki að láta áhyggjurnar stela frá okkur því sem að Guð hefur fyrir okkur. Af hverju tala ég þessa 3 þætti? Því að þekking, hæfni, framkoma og karakter mun opna víðar og verkmikla dyr. Guð er bara að bíða eftir að ausa blessun sinni yfir okkur. Og við ætlum að reynast hæf, eins og Tímóteus var reyndur hæfur til þess að gera vilja Guðs. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að þetta er það sem við ætlum að gera í dag. Og þú spyrði kannski, en ég er nú búin að klúðra öllu og svo framvegis. Það er alltaf plan B. En það sem við viljum er plan A. Það sem mér langar til þess að leggja fyrir ykkur hér í dag er að tökum leiðréttingu Guðs leið hún kemur. Blessum Guð í öllum kringumstæðum og vitum það að hann er stærri en allar kringumstæður. Má ég heyra með hann? Halleluja. Rísum á fætur. Biblían segir leiti fyrst ríkis hans og réttlætis og allt annað með veitast að auki. Allt. Og eins og ég segi, það gengur allt rosalega vel í kirkjunni. Fjármálin alveg framúrskarandi. Guð er búin að blessa okkur alveg svakalega. Það sem að Guð er að leita að er karakter. Og ég finna hann er establishing his kingdom. Hann er að tengja fólk saman með svona sérstökum hætti. Og ég finna hann er að reisa upp sterkt fólk. Hann er að reisa upp stólpa í ríki sínu.